fyrir mér snýst þetta samt sko aðalega bara söguna, hver svo sem sagan og alveg eins og ég held að allir geti tengt við að við kunnum einhverja sögur og stundum langar mann til að segja sömu söguna aftur og það yfirleitt af því að sagan góð og í þessu tilfelli sagan sem við erum að segja hérna í Þjóðleikhúsinu bara framúrskarandi. Þetta leikrit sem byggt á kvikmynd, Network, sem var frumsýnd 1976. Paddy Chayefsky sem semur handritið, hann talaði að hann hafði langað til að búa til satíru, langaði til að búa til svona fáránlega absúrd sýningu lífið og fjölmiðlana og siðferðismörk. Hins vegar 2020 þá þetta raunveruleiki og þegar ég las þetta verk þá fannst mér það svo sjokkerandi að í rauninni það sem Paddy Chayefsky setur fram 75 þegar hann skrifar handritið, það hefur bara ræst og við erum bara á rosalega vondum stað ef maður pælir í því. Þetta ekki eins og sumir hafa sagt að þetta sé árás á fjölmiðla, þetta verk. Ég túlka það ekki þannig. Mér finnst þetta miklu meira árás á okkur sem áhorfendur, lesendur og hlustendur á fjölmiðla. Það við sem gerum kröfu á eitthvað og fjölmiðlar bregðast við. Af hverju beita vefmiðlarnir klikkbeitum? Það að því að við viljum sjá það sem þeir eru að færa okkur. Og af hverju viljum við sjá viðbjóð? Hvað það? Við erum á mjög vondum stað og þetta verk fjallar það og það það sem heillaði mig. Og svo náttúrulega ef maður tekur þetta bara lengra þá erum við öll fjölmiðill, við erum gangandi fjölmiðlar, hvert og eitt einast okkar. Við erum útvarpsstjórar yfir okkar eigin lífi og sjónvarpsstjórar og við segjum stundum kannski aðeins of mikið og setjum kannski aðeins of mikið á samfélagsmiðla okkar líf og hvað við erum að gera og hvað við elduðum í kvöldmatinn og hvað við erum rosalega rómantíski við konurnar okkar og hvað við gáfum henni flott blóm og hvað við keyptum ofboðslega fallegt fyrir hana í jólagjöf og við erum ekkert á rosalega góðum stað sko. Og það það sem heillaði mig við þetta verk og þess vegna sagði ég án þess að hugsa þegar ég var beðinn að leikstýra þessu, já, mig langar að segja þessa sögu. Af því ég held að hún skiptir máli. Hún ber á borð spurningar og mér finnst að leikhúsið eigi að spyrja spurningar. Ég hins vegar ekkert endilega á því að leikhúsið eigi að svara spurningum en leikhúsið á að spyrja spurninga og svo það í höndum okkar áhorfandana að svara eða spyrja annarra spurninga á móti og að það upphefjist eitthvað díalógur. Ég náttúrulega elska leikhúsið sem form, mér finnst það ofboðslega skemmtilegt listform, mér finnst það skemmtilegu frásagnamáti sem við getum beitt í leikhúsinu. Hins vegar kvikmynda- og sjónvarpsmiðillinn það líka. Hvor miðill hefur í rauninni sína kosti og sína galla og í þessari sýningu getum við hjálpast að. Við getum látið leikhúsið hjálpa okkur að segja söguna svona og svo getum við dregið fram aðalatriði með öllum þeim kamerum og skjám sem við höfum yfir að ráða hérna og við erum með sviðið fullt af alls konar tæknibrellum og monitorum sem ofboðslega gaman að vinna með. Og þannig að þetta skemmtilegu frásagnamáti og gerir það í rauninni að verkum að já, þú sagðir dramatískt leikrit. Ég held að það sé margir áhorfendur sem fara svolítið í baklands þegar þeir heyra dramatískt leikrit. En ég vil bara sjá eitthvað skemmtilegt. Ég held að þetta sé svona fullkomið leikhús til að sjá ef að þú ef þú svolítið gaman að vera leikhús en finnst þú kannski ekkert endilega eiga heima á okkur rosalega klassískum, dramatískum, leiðilegum verkum að þá held ég að þetta sé hin fullkomna sýning. Af því hún dramatísk, hún alvöru, það rosa kjöt á beinunum, það svolítið verið að slá okkur utanundir sem fólk og manneskjur, það verið að spyrja okkur spurninga
og ég held að við séum öll sammála að við höfum gaman af því hvort sem í sjónvarpið á sviði og þið fáið bæði hér. Við byrjuðum fyrir mörgum mánuðum síðan að teikna upp sýninguna, ég og Egill og Helga. Og við fórum alveg margar hringi með þetta, hvernig við ættum að gera þetta, hvort við ættum að flytja þetta til nútímans, bara all the way, hvort við ættum að fara með þetta alveg í perióduna. Hins vegar það sem mér fannst vera spennandi var auðvitað, með nútíma tækni fáum við betri mynd, við fáum betri sýningu að horfa á, en það sem mér fannst kannski skipta mestu máli það að þetta er verk sem er skrifað 1975, myndin er frumsýnd 1976, að fjalla þessi mál sem við tengjum við í dag og með því að hafa lúkkið og söguna í periódu en tæknina í nútímanum, það fannst mér það svona skemmtilegt tvist og kannski aðeins fá okkur til að hugsa meir einmitt, þetta gæti gerst í dag, þessi saga, þó svo að þetta fólk sé að díla við þetta 1975, að þá er þetta samt sem áður eitthvað sem við ættum að vera að tala í dag. Hvar eru siðferðismörkin? Má gera allt í sjónvarpi ef það eykur áhorf og við græðum pening á því, sem er svona fundamental spurningin í þessu.